Jarðgöng sem samgöngumannvirki tengja saman byggðir og svæði. Í þessari þáttaröð verður fjallað fern jarðgöng á Norðurlandi og samfélagsleg áhrif þeirra. Elstu göngin eru Strákagöng sem tengja saman Siglufjörð og Skagafjörð. Þar á eftir koma Múlagöng sem tengja saman Ólafsfjörð og Eyjafjörð, Héðinsfjarðargöng sem tengja saman Siglufjörð og Ólafsfjörð, Eyðifjörðinn Héðinsfjörð og yngstu veggöngin eru Vaðlaheiðargöng sem liggja milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals og tengja þannig svæðin saman. Strákagöng eru elst, 60 ár eru síðan framkvæmdir hófust, rúmlega 50 ár eru síðan þau voru tekin í notkun og Vaðlaheiðargöngin, sem eru yngst, voru formlega tekin í notkun í upphafi ársins 2019. Við byrjum á því að fræðast elstu göngin, Strákagöng og samfélagsleg áhrif þeirra. Strákagöng liggja í gegnum fjallið Stráka, nyrst á Tröllaskaga, vestan Siglufjarðar. Gerð Strákaganga hófst árið 1959 en kraftur var settur í framkvæmdir 1965. Göngin voru svo opnuð í nóvember 1967. Á þessum tíma var Siglufjörður á margan hátt einangraður stóran hluta ársins, þar sem vegurinn Siglufjarðarskarð lokaðist á haustin og var yfirleitt ekki ruddur fyrr en að vorlagi. Yfir vetratíman þurftu íbúar Siglufjarðar því að mestu að treysta á samgöngur á sjó, einnig var hægt að fljúga til Siglufjarðar ef skilyrði voru hagstæð. Það sem var búið að vera að gerast kannski á árunum á undan, að samgöngur á Íslandi höfðu verið að breytast, að þær höfðu verið að færast mikið af sjónum í kringu landið og fyrir staði eins og Siglufjörð sem voru landfræðilega einangraðir og svo yfir á land og Siglufjarðarskarð var til dæmis opnað þarna 46 og þá fekk fólk svona aðeins nasa til þefina því að komast bílleiðis, allavega hlut úr árinu og síðan hefur krafan sjálfsagt aukist alltaf að fá aukinn hreyfanleika og geta komist allt árið. Svo náttúrulega fyrir þarfir atvinnulífsins, þetta var náttúrulega gríðarlega stór staður í svona efnahagslegu tilliti á þessum tíma. Síldin var að sjá þjóðarbúinu fyrir miklum tekjum og þannig að það hefur nú verið horft til þarfa Siglufjarðar örugglega dálítið mikið í innviða uppbyggingunni. Menn hafa horft í það að landslagið er þarna mjög erfitt, það er engar aðrar lausnir í raun til. Þetta er eins og ef það er fljót þá þarfst að gera brú og ef það er afar hátt fjall þá er nú langlíklegast að jarðgöng verði fyrir valinu. Plús það síðan að staðurinn hafði þetta vægi sem ég var að nefna í atvinnulegu tilliti. Gerð Strákaganga gekk fremur hægt, bæði vegna fjárskorts og erfiðra aðstæðna. Víst er að jarðgöngin voru kærkomin, almenningur beið eftir göngunum og vegtengingunni. Þessi mynd sem Steingrímur Kristinsson á Siglufirði tók sýnir þegar verið var að steypa gólfið í göngunum og ungir Siglfirðingar fengu að fylgjast með. Og ef myndin er skoðuð vel, sést að öryggiskröfur á þessum tíma gerðu ekki ráð fyrir því að gestir þyrftu að vera með hjálm á höfði eða vesti með endurskinni. Ómetanlegar myndir Steingríms eru nú í vörslu Síldarminjasafnsins á Siglufirði. Þetta hefur náttúrulega þýtt gríðarlega breytingu fyrir almenning að geta komið svona hvenær sem er á bíl, eða svona nokkurn veginn hvenær sem er. Miðað við það sem áður var að flóabáturinn Drangur var frá 46 og tengdi Siglufjörð við Eyjafjörð og sjálfsagt hafa einhverju notað það og flugið náttúrulega. En síðan breyttist það sjálfsagt að Siglufjörður tengdist meira inn í Skagafjörð allavega tíma út af þessum göngum. Tengdi svona vestur á bóginn sem að gerði síðan aftur með Héðinsfjarðargöngunum að hann fór að tengjast aftur austur á bóginn. Svona svipaðan hafði gert með flóabátnum því tímabili. Var þetta stórframkvæmd? Þetta hefur sjálfsagt verið, já, eins og við vorum að nefna áðan, gríðarlega stór framkvæmd svona með það sem gengur og gerist í vegakerfinu okkar. Við vorum ekki einu sinni með malbikaða vegi á þessum tíma, það voru bara malavegir þannig að svona 800 metra löng göng
hefur náttúrulega verið gríðarlega stór framkvæmd. Valgeir Bergmann hefur komið að gerð margra jarðganga. Hann segir að þeir sem störfuðu við Strákagöng hafi verið hörkutól. Þetta voru bara alvöru kallar. Þeir þurftu að halda á borðum sjálfur, þannig að þetta voru vantarlega engin peð sko, þannig að þetta hafi verið alvöru vinnukallar sem að þurftu að halda á 50-80 kg bora að stýra honum með fæti, og þetta hafa bara verið menn sem að unnu allan daginn og drullur upp fyrir haus og ekki kvarta mikið undan við aðstöðusköpun eða einu slíku sko, þannig að þetta hafa verið menn sem hafa verið virkilega með virkilega með vöðva og svona alvöru kallar. Bor og jarðgangagerð hættuleg, sérstaklega ef ekki farið varlega, og þarna eru þeir með ennþá minni fyrir á tíðum þá eru ennþá minni öryggiskröfur, þannig að menn voru með hjálma en það voru heyrnarlífar og glerugu eða slíkt. Mengunarmælar ekki til staðar, þannig að þetta voru ennþá hættulegar þá heldur en núna. Dínamítið? Dínamít, já, þeir nota sprengiefni sem að menga mikið og gefur mikil mengun af, þannig að en þeir hafa, ég ekki svona gera ráð fyrir þér, þeir hafa kunnað að fara með þetta allt eins og gert í dag. En þessir kallar, þeir voru að rjúfa einangrun? Klárlega, og mikla einangrun á þessum tíma, þar sem að engin önnur nema þá bara sjóleiðin var hægt, þannig að þetta voru sannarlega hetjur sveitafélagsins eða bæjarins. Ef þú berð saman gerð Strákaganga og svo nýjustu göngin, þarna mikill munur? Það mikið munur í vinnuhætti og tækjabúnaði og slíku. Þótt að gamla gröfturinn slíkur sem að bora og sprengja sé svona bara mjög svipaður, en það mikil munur í tækjabúnaði og öryggiskröfum og slíku. Þannig að þetta bara kynslóðir jarðganga, þær eru sem sagt hérna á Norðurlandi? Já, það er það. Við höfum mjög mörg göng akkurat á Norðurlandi sem hafa alveg frá því að vera 60 ára gömul og innan við 1 árs. Þannig að við erum með mörg göng og alveg frá gömlum og upp í nýjustu. Eru jarðgöng samfélagslega hagkvæm? Klárlega. Þó er kannski erfitt að sýna fram á samfélagsáhrifin og hvað þetta hefur í tekjum og peningum talið sko, en þá alveg sér stór munur á Siglufirði bæði frá Strákagöngum og svo kom náttúrulega annar áfangi þegar Héðinsfjarðargöng komu, og fyrir Norðurlandi þá kannski Vaðlaheiðargöngin ekki eins sýnileg samfélagsmeð en þeir sem eru fyrir austan göngin, þeir njóta miklu þjónustu og það er það sem við sjáum í umferðinni, að þetta eru fólki sem eru að keyra mun oftar hingað til Akureyrar heldur en áður. Þannig að jarðgöng tengja saman byggðir í mörgum skilningi? Klárlega, atvinnum samfélagslega og svo samgöngulega. Þannig að þetta allt, jarðgöng koma alltaf til að standa undir sér alveg saman hvað þau kosta. Það er þó bara að tala þau í öðru heldur peningum. Þótt liðlega hálföld sé liðin frá því Strákagöngin voru tekin í notkun, þessi mikla samgöngubót enn rædd meðal bæjarbúa, þar að segja áhrif ganganna á mann- og atvinnulífið. Já, vissulega. Þegar að brýta upp á umræðuefninu. Það er kannski minna svona í daglegu tali. Héðinsfjarðargöngin hafa kannski svolítið stólið senunni þar undanfarin ár, en þetta var náttúrulega gríðarleg samgöngubót fyrir Siglfirðinga að fá Strákagöng, og það var ekki fyrr en þarna árið 1967 að Siglufjörður komst í fyrsta sinn í varanlegt vegsamband við Skagafjörð og við heiminn kannski bara svolítið. Hvaða sögur heyrir þú? Það alls kyns sögur. Mjög skemmtilega bara saga mömmu til dæmis. Mamma var lítil stelpa, 12 ára eitthvað svoleiðis þegar göngin opnuð og talar um það hvað það var spennandi að geta farið bara sunnudagsbíltúr eitthvað upp í Skagafjörð og hið einfaldasta mál. Það var ekkert alltaf einfalt mál að fara yfir skarðið. Það var kannski svona svolítið meiri athöfn eða viðhöfn. Það þurfti að vera á góðum bíl og passa að það væri ekki of mikill snjór og það væri fært og svo framvegis. En það var ekki bara að þetta væru miklar samgöngubætur og ný leið til og frá staðnum, heldur mikið betri vegur og fær meir og minna allt árið, ólíkt Skarðsveginum. Þetta var náttúrulega gífurleg breyting fyrir Síldarútveginn og verktíminn var náttúrulega svo langur. Ef ég man rétt þá voru þetta 11 ár af framkvæmdum, það kom á göngunum í gagni, og þegar þessi ákvörðun er tekin að gera Strákagöng, þá Síldarævintýrið í blóma og menn sjá fyrir sér nýjar útflutningsleiðir og auðveldari samgöngur, ekki síst fyrir verkafólk sem var að koma og fara.
og gagnvart aðföngum og öllu slíku. Við náttúrulega þurftum að flytja inn meira og minna allt til síldariðnaðarins til þess að svo flytja síldina aftur út. Þannig að fólk náttúrulega gerði sér ekki grein fyrir því þegar göngin loksins opnuðu hvað það var lítið eftir af síldarævintýrinu. Þannig að það var auðvitað mikil eftirvænting, ekki síst vegna síldarinnar á framkvæmda tímanum. Þetta var auðvitað bylting í samgöngumálum fyrir staðinn þegar þessi göng opna. Það er engin spurning. Á hvern hátt var þetta bylting? Já, það var bara einangurum var rofinn og menn fundu það, menn gátu keyrt til og frá bænum hvenær sem alla mánuði ársins. Vöruflutningar og ýmislegt annað, það bara gjörbreyttist. Þetta var svona bara eins og svörtu hvítt, sko. Þrátt fyrir þetta, eins og menn segja, sko, að þessi göng séu á vitlausu stað og leiðin hérna inn að Ketillási, þessi 25 km séu erfiðir á veturnar, þá það samt sem áður, þetta var gjörbylting. Göngin þóttu dýr og framkvæmdirnar voru þess vegna gagnrýndar. Rétt eins og jarðgöng eru umdeild í dag. Jarðgöng hafa með öðrum orðum yfirleitt verið umdeild meðal landsmanna. Já, það eins og með allar framkvæmdir í samgöngumálum. Menn hafa skoðanir á þeim og sumum finnst það dýrt og sumum finnst það ódýrt og sumum finnst það óþarfi. Öðrum finnst það nauðsyn. Á Alþingi 1954 þá rætt að gera veg hér fyrir Tröllaskagann. Og ég hef hitt mann sem var verkfræðingur þá og var að skoða þetta og þá var ekki hægt að fara út fyrir vegna þess að það var svo stórt og mikið gil og þá ákveðið að gera þessi göng. En 1954 þegar þetta rætt á Alþingi þá líka hinn valkosturinn að gera jarðgöng úr Hólsdal og inn í Fljót, 4,7 km, göng þar sem betur hefði verið gert en það var ekki gert vegna þess að þau voru lengri og dýrari. Þá var ekki tekið með vegagerðin hingað þessi 20 km vetraviðhald og allt það. Þannig að það aldrei sérstakt að sko, þetta sem rætt 54 skuli vera rætt núna og það var eitt af mínu síðustu verkum á Alþingi að fá samþykkt fjárveitingu til að rannsaka gerð jarðganga hér inn úr Hólsdal og inn í Fljót og það eru tæpir 5 km eins og segja og það verður önnur bylting. Þegar við losnum þá líka við jarðsíði hérna á almenningum sem mjög slæmt, plús að vera með innkeysluna hér í gegnum íbúðagötu bæjarins. Vegna þess að umferðin hefur aukist mjög mikið hér. Til dæmis eins og þegar Öxnadalsheiði lokuð. Þessar myndir sem Steingrímur Kristinsson tók segja mikið. Þessar steypuhjólburur voru nýjasta nýtt með mótor. Sem fyrr segir eru myndir Steingríms nú varðveittar í Síldarminjasafninu á Siglufirði. Það var áhuginn sem rak Steingrím áfram. Hann kynntist starfsmönnunum í strákagöngunum ágætlega. Já, maður þekkti hver einustu mann. Hvernig voru aðstæður? Miðað við samburðin hérna í Héðinsfjarðargöngunum þá voru þær hrikalegar í orðsins fyllstu merkingu. En þetta hafi verið hörkukallar? Þetta voru hörkukallar. Þeir hafa ábyggilega að sofna vel þegar þeir komu heim því að þeir voru þreyttir. Tókust þarna persónuleg kynni? Já, ég held það hafi allir raun að þekkja Siglfirðingar, allir Siglfirðinga og svo þeir sem að koma til Siglufjarðar, þeir eru orðin Siglfirðingar eftir nokkra vikur. En þú birtir þessar myndir margar hverjar í Morgunblaðinu. Fylgdist fólk með hvernig gekk í göngunum? Já, greinilega því ég var spurður í sambandi við myndirnar eftir að Morgunblaðið kom út. Þá var fólk að spyrja mig að þessu og hinu. Stefán Freyðbjarnarson var mjög aktífur í sambandi við að segja frá og svo ég að senda myndir með svona stuttum texta. Var það skemmtilegt? Ja, mjög skemmtilegt. En það sem að þú manst eftir sem sagt, hvernig göngin voru gerð, þetta var sem sagt, mikil erfiðisvinna? Þetta var allt fullkomið erfiði. Á aðstæðan til dæmis starfsfólki og annars kaffistofur og annars slíkt. Það var bara oft á bekkjum bara einhvers staðar út í horni en það var smá skúr úti fyrir utan göngin að austanverðu en það myndi ekki teljast boðlegt neinum í dag. Til dæmis þegar var að vera að steypa? Þá voru notaðar hjólbörur, stórar, mest af handafli en svo voru líka hjólbörur með eingengismótor. Þannig að tækninni fleigi fram? Ja, mikill munar á henni þá og nú.
Og þegar göngin voru formlega tekin í notkun var hátíð í bæ. Það er mjög mikið léttir fyrir okkur Siglfirðingar að fá þessi göng hérna gegnum strákana. Það er eins og sé einhver innileg kona kennd sem er létt af manni. Ég gerir ráð fyrir að mér sé svipað innan brjósins og öllum öðrum Siglfirðingum í dag. Þetta er mikil stund í okkar samgöngumálum eins og allir vita og við vonum að þetta verði til stóra bóta. Það er alveg fullkomin hátíðarskapur á fólki og mjög ánægt vegna þess að skarði var, eins og kannski flestir vita, að loka meiri hlutan á árinu. Og þá var Drangur frá Akureyri sem kom hingað reglulega, 2-3 í viku. En stundu var það slæmt veður og hann komst ekki heldur. En hvað þýddi það fyrir Siglfirðinga að fá strákagöng? Steingrímur er ekki í vafa. Nú það að þeir komust oftar til að sinna sínu störfum eða sínum þörfum svo í Reykjavík sem dæmi. Þannig að einangrunin hún var rofin. Einangrunin var rofin. Í þínum huga núna 50 árum síðar, hvað hefði nú orðið Siglufjörð ef að göngin hefðu ekki komið? Við höfðum grafið það með höndunum sjálfir. Það er bara þannig. Já. Þeir sem störfuðu við gangagerðina voru hetjur í augum heimafólks. Já, þeir voru það sannarlega vegna þess að sko tækin og tólin sem voru notuð við þetta með það sem að notar í dag, drottinn minn dýri. Hér byggðu menn einhverja grindon og ónýtan vörubíl og notuðu svo loftbor svona eins og menn voru að nota til að möllu upp götur og bora göt til að bora nokkra metra inn fyrir sprengjur og allt var þetta gert handvirkt. Svo keyrðu menn hér út á göngunum á fullri ferð á svokölluðum búköllum og bremsuðu hérna fremst til þess að skúffan opnaðist og allt færi hér fram af. Pabbi dó 65 og mamma flutti bara suður með yngstu systurnar og það var í nóvember 66 og þá þurftu þau að labba í gegnum göngin. Þau fengu fylgd í gegnum göngin og svo beið rúta hinum megin við göngin sem tók farþegana Þetta var líklega ekki algengt en var þó heimilað af og til. En þetta var samt gert þarna, þetta er svona ári áður en að göngin eru formlega tekin í notkun Það var sem sagt ekki hægt að keyra í gegnum þau en það fékk að labba. En hverju breyttu jarðgöngin fyrir hinn almenna íbúa á Siglufirði? Ég held bara að göngin hafi breytt þessu þannig að fólki fann fyrir miklu frelsi. Vegna þess að meðan að samgöngurnar voru bara skarðið, sem ég náttúrulega líka mjög vel eftir, og svo Drangur eða Esja. Þegar ég man eftir því þegar við fórum í Verslunarskólann hausti 59, þá þurftum við að fara með Esju. Það var ekkert skárra og það var mjög löng sigling fannst manni að sigla eftir Reykjavíkur með Esjunni. En þetta var bara, það munaði svo miklu að fá göngin í notkun, Frelsið var sem sagt kærkomið og auðveldara varð að koma að þöngum til og frá Siglufirði stóran hluta ársins með tilkomu strákaganga. Já, það má nú segja það að það hefði nú kannski líka breytt einhverju, en fyrir þennan tíma áður en göngin voru opnuð, þá voru náttúrulega Siglfirðingar mjög duglegir með aðföng. Við höfðum allan fisk, við höfðum mjólkubú hérna og það var ekkert svo nema kannski nýtjavörur og annað sem fólk þurfti að fá. Og Arnfinna man vel eftir sjálfum vígsludeginum. 10. nóvember 67 var þetta sem þau voru opnuð. En tala Siglfirðingar þennan tíma þegar göngin voru formlega tekin í notkun? Já, ég veit ekki hvað ég að segja. Það er nú svona yngra fólk orðið í bænum. Það er kannski fullorðnara fólki sem talar meira þetta. En eftir að Héðinsfjarðargöngin voru opnuð 2010, þá náttúrulega hefur þetta breytt. Sem sagt að fólk notar meira Héðinsfjarðargöngin og inn á Akureyri heldur en að vera að fara í Strákagöngin og inn í Skagafjörð. Auðvitað veit maður að þetta var mikið kostnaður fyrir, en Siglfirðingar voru bara búin að leggja það mikið fjárhag í bara fyrir landið í sambandi við síldarárin og allt það. Við vorum búin að leggja mjög vel inn. Þó þetta sé talið dýrt í dag,
þá var þetta samt nauðsynlegt líka. Ef að Siglufjörður hefði verið áfram með opinni vegi 4 til 5 mánuði á ári og mjólkurbáturinn gangandi hér á milli, það hefði bara verið ennþá hraðari fækkun íbúa og ýmislegt annað sem hefði farið niður og það hefði haft mjög mikil áhrif á allt atvinnulíf og við sjáum bara frá og með þessum tíma og það fyrr, þá var náttúrulega bara kröfur atvinnulífs og alls að hafa greiðar og öruggar samgöngur allt árið. Þannig Drottinn minn dýri, ég veit ekki hvernig Siglufjörður hefði farið ef þetta hefði ekki komið. Og eins og ég segi, með þeim kostum og göllum sem að þessi göng eru og vegurinn hérna innan við, þá var þetta samt sem áður algjör bylting. En þegar er verið að grafa göngin, svona þið sem guttar hérna, þið hafið væntanlega ofta tíðum hjólað hingað út til að fá að fylgjast með? Já, við fórum hérna út og stálumst hingað út og fórum inn og stundum var maður að leita og aðtöga hvort maður fengi ekki kveikjuþráð fyrir sprengjurnar á Gamlástað og svona en fyrsta ferð mín hér í gegn var daginn eftir að sprengt var út úr hérna hinum einn, smá gat og þá fer ég þangað sem ljósmyndari Alþýðublaðsins, 14 ára gamall og var að taka ljósmyndir hér að þessu að það var búið að slá í gegn, það var ekki sláið í gegn, sko heldur var slegið út úr og tæknin var ekki meiri en það að menn komi eiginlega út á vitlausu stað vegna sem bara beint fyrir neðan þetta gat var bara þvernýft niður í fjöru. Þess vegna þetta nú svona gaman að segja frá því í dag þegar menn að mætast í göngum í dag eftir kannski 5 og 5 kílómetra að það munar nokkrum millimetrum. En svona var þetta þá og þetta var fyrsta ferð mín hér í gegn og ég á svona mynd af mér sem jarðgang áhuga maður með Agua myndavél hangandi utan á mér. Ólafur Heitnir Ragnarsson sem seinna var fréttamaður hjá sjónvarpinu. Hann var með í þessari ferð, hér var mikið myndað. Ég hefði ekki viljað fá göngin endilega þarna. Ég hefði frekar viljað fá þau úr Skardalnum og inn í, eða sko úr hérna Hólsdalnum og inn í Fljótin. Vegna þessi jarðsíð hérna fyrir utan, það náttúrulega ofboðslegu kostnaður í kringu það. En hvað segir Arnfinna, hvernig hefði byggðin og samfélagið á Siglufirði þróast án jarðganga? Já, það nú það. Ég rætt það að það hefði ekki verið eins mikil þróun þá eins og eftir jarðgöngin. Það hefði örugglega, sko, síldin í kringum 67, 8, þá bara hverfur síldin héðan. Og þá þetta allt komið austur á Firði, því ég man eftir yngri systur mína, þar fóru bara til Seyðisfjarðar og síldina þar. Og svo líka, sko, þegar maður orðinn opinn í báða enda, eins og það þá finnst manni þetta vera rosalega mikil munur. Og hér bara gríðarleg traffíkorðin yfir sumartíman af ferðafólki. Anita Ellefsen í Síldarminjasafninu á Siglufirði segir að ungt fólk í dag gerir sér líklega ekki grein fyrir því hvað göngin þýddu í raun og veru á sínum tíma, að einangrunin hafi verið rofin. Kannski ekki yngsta fólkið, nei, eflaust ekki. Ekki fólk sem að fæðist eftir göng og fæðist hér og elst upp hér og elst upp við það oftast nær greið leið úr bænum. Þá fyrir það fólk og þá kynslóð held ég að nýja leiðin inn í Eyjafjörðum Héðinsfjarðargöng sé byltingin og breytingin. En ef að fólk auðvitað sest niður og hugsa málið í smá stund, þá held ég að það sjáu það allir hvað það hefur verið gífurleg breyting fyrir fólk að fá strákagöng. Og líka í ljósi þess að bara miðja öldina var Siglufjörður 5. stærsti kaupstaður landsins. Þá var eina leiðin til og frá Siglufjörði sjóleiðina eða ef einhver var hraustur og ákvað að ganga fjöllin eða koma ríðandi hesti. Það auðvitað svolítið galið að hugsa til þess að með 5. stærsti kaupstaður landsins hafi verið svona rosalega einangraður, en samt náð að blómstra eins og Siglufjörður gerði. Ef göngin hefðu nú ekki komið, hvað þá? Já, þá náttúrulega alls óvíst hvað hefði orðið á árunum eftir hvarf síldarinnar. Ef Siglufjörður hefði verið svona rosalega einangraður, þá það ekki gott að segja, en maður getur ímyndað sér að uppbyggingin hefði ekki orðið svo sem hún hefur orðið eins og staðan í dag. Við værum mögulega á allt öðrum stað.
Sko, skarðið var mokað yfirleitt í maí. Þannig að það var orðið svona kannski fært í júní, almennilega, og var svo farið að snjóa aftur í september. Þannig að þetta voru 4 mánuðir sem voru tryggir, sko. En hitt var bara eftir, það var kannski mokað einu sinni í mánuði, því ég man eftir að pabbi vann við að moka skarðið og þá var ég svona, þetta var í kringum 52, 4, ég verið svona 10-12 ára gömul þegar ég fór með honum og var þarna með honum þegar hann var að moka, sko, en ég fekk náttúrulega ekki að vera í ítunni á meðan hann mokaði inn fyrir Skagafjarðarmegin, því það var svo mikið snjóflóðahætta. Þá skildi hann mig eftir í sæluhúsinu sem var þarna upp í skarðinu, sko. En þetta var mikill snjór, rosalega tungur og mikill snjór. Það var verið að ýta þarna og reyna að gera þetta fært. En ég held að þetta hafi ekki verið mokað nema kannski einu sinni í mánuði, sko. Fyrrverandi alþingismaðurinn og samgönguráðherrann á lokaorðið jarðgöng og samfélagsleg áhrif þeirra á íslenskt mann- og atvinnulíf. Hann tengir jarðgöng við byggðamál. Vegna þess að það er svo margt sem kemur þar á eftir, bæði frá íbúunum, frá atvinnurekendum, frá athafnamönnum og fleirum, eins og við sjáum á Siglufirði í dag. Þetta er náttúrulega bara gjörubylting. Í næsta þætti norðlensk jarðgöng beinum við kastljósinu að Múlagöngum sem tengja Ólafsfjörð við Eyjafjarðarsvæðið.